ætla ég að fara aðeins yfir hvað við höfum verið að gera og hvað við ætlum að reyna að vera að gera á þessu ári. Og þetta svokölluð rekstrar- og starfsáætlun og hún bara haldin í netheimum að þessu sinni og við stefnum að því að halda svona live fund á Kirkjubæjarklaustri þá að ári, en við höfum alltaf reynt að hafa ársfundin okkar ýmist á Höfn eða Klaustri til skiptis frá því að stofan var stofnuð. Þannig að þetta ár verður bara svona í lausu lofti á milli eða einhvers staðar á netinu. Hérna getum við séð hvar allar náttúrustofunar eru á landinu. Stofan okkar ein af 8 stofum og hún yngst árið síðan 2013. En elsta náttúrustofan náttúrustofa Austurlands og hún síðan 1995. Þannig að hún orðin mun eldri en við. Og við, náttúrustofan okkar semst með, það eru punktar alltaf þar sem við höfum aðsetur. Við höfum bæði aðsetur á Höfn og Kirkjubæjarklaustri og flestar náttúrustofunar eru starfandi á einum stað en náttúrustofa Vestfjarða, hún búin að dreifa mest úr sér. Hún á Hólmavík, Bolungarvík, Bíldudal og Selfossi. Og það kannski ræðst bara því hvar starfsfólkið búsett. En hlutverk okkar auðvitað samkvæmt lögum Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur frá árinu 2002 og þar áður voru lög í gildi frá 1992. Þannig að þetta samúið sagði áðan að við eigum að varðveita gögn og vera að sinna vísindarannsóknum og miðla því og veita ráðgjöf. Þannig að við erum svona eiginlega talsmenn náttúrunnar, bara þar sem hún getur ekki tala sjálf. Við reynum að vera eins góðir náttúruvendarar og við mögulega getum. En á launaskrá hjá okkur árið 2020 voru 6 manns og við vorum sem sagt 4 staðsett á Höfn og 2 á Klaustri eða Kirkjubæjarstofu. Og að stofunni standa bæði sveitarfélagið Hornafjörður og Skaftárhreppur, þannig að starfssvæðið í raun og veru landsvæði þessara 2 sveitarfélaga. Og við erum með heimasíðu nattsa.is og Facebook og Instagram. Þetta vitið örugglega öll af því að þið eru komin inn á fundin, þannig að þið hafið komið í gegnum sennilega vefinn. En ég hvet ykkur til að fylgjast með okkur líka á Facebook og Instagram. Stelpurnar eru duglegar að gramma. En sem sagt að við förum aðeins yfir verkefnin árið 2020, þá snúast þau auðvitað að jöklum, fuglum, jökulvötnum, vistkerfum, firildum, fræðslu, náttúruvernd og vöktun, svo margt sé talið. En COVID hefur haft svolítil áhrif á okkur árið 2020, þannig að við höfum svona haft fleiri fundi og verkefni svona á netinu, sérstaklega að samskipti. Og við höfum fengið færri heimsóknir á Höfn og eins og heldur en undanfarin ár, þannig að við vorum ekki með eins mikið af fyrirlestrum og öðru. Þannig að svona fjölmargir fastir liði féllu niður. En varðandi jöklana þá erum við á ýmsum stöðum og hér til dæmis á myndinni getum við séð Kvíárjökul sem að Snævar fór og heimsótti með kveik. Og það kom alveg í sjónvarpinu, þannig að við erum svona að reyna að nota aðra miðla þá kannski heldur en þegar fólk kemur til okkar. Og allt sem við erum að vinna að tengt einstakri náttúru svæðisins. Og við fengum ýmsa styrki á árinu sem við erum mjög þakklát fyrir og við nýttum einmitt líka úrræði Vinnumálastofnunar til að geta ráðið til okkar starfsmann. Og svo tókum við á móti Erasmus Plus nemanda og hérna getum við líka séð 2 neðri myndirnar þegar við fórum í desember á Breiðamerkursand að skoða gróðurleifar sem að komu undan jökli og þetta einhver trjábútur sem þarna undin við hliðina á mælistikunni og þetta hefur verið undir jökli og tiltölulega nýkomið undan honum. Og svo ætla ég að sýna ykkur hérna 2 myndir sem eru í ársskýrslunni okkar og hún fer sennilega á vefinn okkar bara á morgun, eða föstudaginn.
Og hérna getum við séð myndir af sama jökli, Heinabergsjökli árið 2018 og 2020 og þarna getur maður svolítið séð hvernig jökullinn hefur verið að þynnast alltaf meir og hopa og núna vinnur Snævar held ég alveg örugglega að greina það hvernig þessi jökull að brotna allur upp og verða minnka mjög hratt. Og svo annað verkefni sem við höfum fengið styrki í frá Loftslagssjóði að taka endurtöku ljósmyndun af jöklum og það voru teknar myndir af jöklum árið 2006 til 2014, þá flogið yfir þá og Snævar tók myndir þá og svo fengum við styrk til að hann myndi fara aftur í flug núna 2020 og 2021 og þetta Mælifell og þarna við erum við Mýrdalsjökul, ég ekki segja rétt, jú, Mýrdalsjökul, líta stelpurnar til að fá kinga kolli hérna. Og þarna getum við séð að myndin vinstra megin 2011 og myndin hægra megin 2020 og til dæmis bara þarna getur maður séð hvernig jökullinn að þynnast og hopa. Hann var reyndar hulinn ösku þarna 2011 en ekki núna. En það samt, maður getur séð hvernig jökullinn nær saman fyrir framan fellið sem hann inn í jöklinum og svo hreinlega orðið gap þar fyrir framan núna. Og svo hérna önnur mynd fyrir neðan af Sólheimajökli 2011 vinstra megin og 2020 hægra megin og þetta sama, jökullinn að þynnast og hopa alveg rosalega hratt. Og þetta verkefni sem ætlunin að nýta í fræðslu fyrst og fremst og svona rannsóknarvinnu á því hvað þetta að gerast hratt. Því að öll þessi svona myndir segja alveg rosalega mikið, miklu meira heldur en þegar maður að segja einhverjar tölur. Fuglamerkingar, fuglaverkefni, þá það náttúrulega stór þáttur í okkar starfi og helst eru það skúmur, helsingi og aðra gæsir líka. Og eins höfum við verið að horfa á pöddur og tjarnir og þarna sýnum við mynd þar sem við erum að leita eftir helsingjarhreiðrum, efri myndin og neðri myndin helsingjarhreiður út í Skúmey árið 2020 en við fórum út í Skúmey á Jökulsárlóni svona síðasta vor og þá voru talin 2400, á öllu Suðausturlandi voru talin 2403 varppör af helsingjum og þar voru flest í Skúmey. Svo hérna skúmsungi og og hér mynd sem ég ætla að sýna ykkur af því þegar var opnuð sýning á Höfn í menningarmiðstöðinni að þar var verið að sýna tjarnir sem voru myndir sem að Lilja tók með dróna og þetta svona hliðarafurð af fuglarannsókn. Þegar hún var að skoða fuglalíf við tjarnir að með því að taka þessar myndir þá getum við séð hvaða fjölbreytt landslag og hvernig tjarnirnar eru mismunandi. Þessa sýningu langaði okkur að setja upp líka hér á Klaustri en ætluðum að opna í dag. En við þurfum alltaf að vera hérna í þessu, bara skoða hvernig staðan hverju sinni. Við verðum bara að endurskoða það hvort við náum að opna hana hér einhvern tímann. Hér eru myndir af pöddugildrunni, efri myndin sýnir blaðlús og svo ég fyrir neðan hana, við erum álíka stórar en ekki alveg. Og svo mynd hérna uppi til hægri þá þetta einhvers slags 4 lappa dýr, 6 lappa kónguló sem eiginlega var ekki hægt að greina hvaða tegund væri en þetta var að koma í gildrurnar. Og þetta til dæmis fræðir okkar mikið hvaða smádýr og flugur eru á sveimi og í kring hérna þar sem fuglarnir eru því þetta náttúrulega þeirra fæða. Þannig að við getum svona nota þetta til að átta okkur aðeins á því hvernig fuglarnir haga sér líka. Hér svo mynd af firildagildrunni sem í Einarslundi en við erum með 2 gildrur þar og svo 2 í Skaftárhreppi heima hjá Rannveigu og Pálínu í Mörtungu og Mýrum. Þannig að
Og hér erum við með myndir sem að sýna svolítið samstarfið okkar, en við erum með heilmikið samstarf við þjóðgarðinn, framhaldsskólann, fuglatúnastöðin, Verkís, landgræðsluna og þarna myndi af Sæmundi með nafna sinn og hann, þessi fugl sem að Sæmundur heldur á, hann með svona merki hálsinn sem gefur GPS-merki hvar hann staddur og samkvæmt síðustu fréttum þá hann sennilega kominn til Íslands en við eigum eftir að fá það endanlega staðfest. Svo þarna Helsingi í miðjunni sem líka með merki og hann út í Skúmey. Hann var merktur á Breiðamerkursandi 2019 og svo sjáum við hann sem varpfugl út í Skúmey árið 2020. Þannig að hann allan búinn að koma hérna 2 ár í röð. Svo nú bara hópmynd þarna af þjóðgarðsfólki og náttúrustofufólki þegar við vorum út í Skúmey og eins þarna skúmur að hrella helsingja á myndinni þarna niðri. Og myndin þar sem að stelpan í bleika dressinu, þá erum við að skoða birki með framhaldsskólanum á Skeiðarársandi. Já, þetta að klárast hjá mér. Stórt og mikið verkefni sem að við erum í samstarfi við Náttúrufræðistofnun og aðra náttúrustofur á landinu og þjóðgarða og fleira. Umhverfisstofnun sem sagt vöktun náttúruverndarsvæða og þá verið að horfa á ágang ferðamanna, hvað ferðamenn hafa áhrif á landið okkar og við vorum að skoða 7 staði árið 2020 og munum skoða suma þeirra aftur núna í sumar og bæta fleirum við. En þannig erum við að horfa á slóða og eiginlega fyrst og fremst gróðurskemmdir og traðk eftir mannfólkið. Og til þess eigum við að nota svona stöng svo við séum alltaf með svona eitthvað ákveðið merki á myndunum 2 metra stöng. Þess vegna hún hana með bæði þegar Binni og ég höldum á henni. Svo hérna þegar við vorum að taka þátt í stjórnunar- og verndaráætlun á Breiðamerkursandi, þá tókum við þátt í fundum og skýrslugerð. Við erum að vinna verkefni, eða Pálín að vinna verkefni sem heitir Bændugræða landið og með landgræðslunni og það mynd þarna sem sýnir land sem í uppgræðslu í Skaftárhreppi og stúlkan þarna í miðjunni Erasmus Plus nemandi sem kom til okkar í janúar, held ég hún hafi örugglega verið, lok janúar, byrjun febrúar og svo neyddist hún til að drífa sig heim til Þýskalands aftur þegar að COVID kom. Þannig að það var svona stuttur endir á hennar dvöl hér. En myndin hérna hægra megin sýnir ösku yfir veginum í Eldhrauni og Pálín ætlar á eftir að kynna okkur fyrir verkefni sem heitir Grógós sem samstarfsverkefni við landgræðsluna og hér á eftir mun Rannveig líka tala verkefni sem heitir CO2 mælingar og Lilja mun sýna okkur, eða segja okkur frá verkefni sem heitir Náttúruvernd og byggðaþróun, verkefni sem við vorum að klára árið 2020. Og svo hérna niðri í horninu mynd af grasvefara en hann kom mjög mikið í fyrirtækagildruna hjá Rannveigu síðasta sumar. Var 94% af öllu sem kom í gildruna var svona grasvefarar. Þannig að sjáum hvort það kom einhverjir í sumar. Jú, sennilega.